Menntavísindasvið skipuleggur nám þeirra fagstétta sem að starfa innan menntakerfisins. Það eru kennarar allra skólastiga og uppeldis- og menntunarfræðingar, tómstund- og félagsmálafræðingar, þroskaþjálfar og íþrótta- og heilsufræðingar. Þannig að hér er mjög fjölbreytt nám sem endurspeglar líka það hversu fjölbreytt menntakerfið er orðið í dag. Við erum að upplifa töluverðar breytingar í okkar samfélagi almennt og þetta eru tæknilega breytingar, þetta eru félagslegar breytingar sem að hafa áhrif á bæði menntun almennt og nám og hvernig við lærum hluti, hvernig við sækjum okkur upplýsingar, nýtum þær, hvernig við sköpum upplýsingar, miðlum þeim. Þannig að allt þetta hefur svolítið áhrif á menntun. Og til dæmis eitt sem við sjáum núna er að tækni eins og það sem við kallum gagnaukin veruleiki, það sem er kallað á ensku augmented reality og virtual reality, sýndarveruleiki, að þetta er að koma svolítið sterkt inn. Og þá getum við alveg byrjað að spyrja okkur núna, hvaða áhrif hefur þetta á kennslu og nám? Skólakerfið okkar er gott og við erum kannski að mörgu leyti vel stödd þegar við hugsum heilsueflingu og því að sinna líðan ungmenna. En samt þá eigum við margt ólært og getum gert ennþá betur. Stétta- og menningarleg aðgreining hefur verið sívaxandi vandamál í stórborgum samfélaga. MAPS-rannsóknin er í rauninni samanburðarrannsókn þriggja höfuðborga, Helsinki, Amsterdam og Reykjavíkur. Það sem við erum að reyna að fanga í rauninni stétta- og menningarlega aðgreiningu á milli skólahverfa. Við sjáum í auknum mæli að félagsþátttaka háskólanema það verða meira og meiri sem snýr að sjálfboðaliða þátttöku. Oft er það þannig að þessi þátttaka kveikir eitthvað svona þráð sem þú byggir svo ofan á í framtíðinu. Næstkomandi haust þá verður í fyrsta sinn á Menntavísindasviði boðið upp á 5 eininga nám þar sem að nemendum gefst tækifæri á að taka þátt í sjálfboðaliða starfi á vettvangi. Mín reynsla af vettvangsnámi er mjög góð. Ég hef fengið gríðarlega góða hjálp og miklar ráðleggingar frá kennurum. Í vettvangsnámi þá fæ ég ákveðna sýn á minn framtíðar starfsvettvang sem mér finnst frábært. Það er mjög spennandi og það undirbýr okkur fyrir þær áskorunir sem við erum mæta sem kennarar í framtíðinni. Starfsþróun er gríðarlega mikilvæg fyrir þá sem starfa í menntakerfinu vegna þess að sú þekking og það sem við vinnum við er breytileg. Það sem við gerum í dag er ekki endilega það sem við gerum á morgun. Það eru fjölmörg nýsköpunarverkefni í gangi á Menntavísindasviði og þetta er auðvitað hluti af því sem við gerum sem háskólasamfélag er að skapa nýjar aðferðir og prófa nýjar aðferðir fyrir fólk í skólum og þess háttar. Verkefni sem að mér hefur þótt mjög áhugavert að fylgjast með að það er notkun leiklistar sem kennsluaðferð og þetta er aðferð sem að nokkrir kennarar hafa verið að vinna með og þróa hérna inn á Menntavísindasviði. Með það í huga bæði að nota sem kennsluaðferð fyrir nemendur Menntavísindasviðs en líka auðvitað að þetta sé eitthvað sem þeir taka með sér út í skólana og nýta. Nanóverkefni, það er fólkið í því að styðja við kennara, styðja við starfandi kennara og efla þá faglega í því að mennta nemendur í tengslum við náttúrufræðimenntun. Eitt af því sem við erum að gera í nanóverkefninu er að við erum að færa ný vísindi, náttúruvísindi á 21. öldinni inn í skólastofuna. Eitt af okkar stóru verkefnum að það er hvernig við hugsum námsumhverfi framtíðarinnar. Að það verður opið, það verður sveigjanlegt, fólk þarf að geta stundað sitt nám, þegar það vill, þar sem það vill. Við erum að horfa á leiðtoga framtíðarinnar, það að geta tekið ákvarðanir, það að geta átt góð samskipti, það er lykillinn að öllu.